Ég heiti Ásthildur Sturludóttir og bæjarstjóri Akureyrarbæjar. Ég vil bjóða ykkur hjartalega velkomin á þennan rafræna kynningafund á 2021. Þetta með dálítið óhefðbundnu sniði út af COVID-19 og þess vegna bjóðum við upp á þennan rafræna fund að þessu sinni. Ég held reyndar að þetta sé mjög góð leið til þess að kynna fjárhagsáætlun fyrir íbúum og íbúar eiga þá kannski auðveldara vik að kynna sér það sem við erum að gera. Dagskráin heldur einföld í dag. Guðmundur Baldvin Guðmundsson formaður bæjarráðs mun fara yfir helstu atriði fjárhagsáætlunar og helstu verkefni sem framundan eru hjá Akureyrarbæ á komandi ári og árum og svo munum við svara spurningum. Ég ætla að biðja ykkur að hafa slökkt á myndavélum og hafa mute. Ykkur gefst tækifæri á að spyrja spurninga með því að skrifa þær í chatkassan til hliðar og við munum svara þeim þá viðeigandi starfsmenn eða formenn ráða eða ég eftir atvikum. Þetta komandi ár og þetta ár sem að líða hefur verið í raun og veru fordæmalaust. Við höfum verið að berjast við ósýnilegan vágest, veiruna vondu, við getum sagt sem svo, og öll starfsemi sveitarfélagsins hefur riðlast og við höfum verið að glíma við ótrúlega erfiða stöðu hjá okkur og ég held að við munum aldrei sjá jafn mikinn halla á rekstri sveitarfélagsins og í ár. Á komandi fjárhagsáætlun líka krefjandi og þess vegna ákváðu allir bæjarfulltrúar að standa saman að einum stórum meirihluta sem myndi takast á við þetta mikla verkefni að koma fjárhag sveitarfélagsins á réttan kjöl eftir erfiða stöðu. Ég vil hins vegar nefna það að Akureyrarbær stendur að mörgu leyti mjög vel, skuldar ekki mikið og því vel í stakk búin til þess að takast á við skuldbindingar þessa erfiðu krísu sem við erum að glíma við. En ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri. Ég ætla að bjóða Guðmund Baldvin Guðmundsson formann bæjarráðs að taka við og fara yfir helstu atriði fjárhagsáætlunar 2021-2024. Takk fyrir það, Ásthildur. Ég vil byrja á því að segja og taka undir með þér að þetta ansi óvenjulegar aðstæður sem við erum að takast á við í dag og þessi fundur sem við erum að halda hér, hann náttúrulega með gjörbreyttu stuði frá því sem við vorum með síðasta ár þegar við vorum komið saman í Brekkuskóla. En ég held hins vegar að þetta sé ágætis form og kannski gefur mönnum frekar tækifæri á að taka þátt í þessu með okkur og mér sýnist núna í fljótu bragði að það sé ágætis hópur hér komin inn af fólki, almennum bæjarbúum, auðvitað við hérna líka inni allir bæjarfulltrúar sem og formenn, sviðsstjórar og fleiri starfsmenn, þannig að þetta nú svona en mér sýnist samt sem áður að við séum að fá hér góðan hóp af áhugasömum bæjarbúum sem vilja fylgjast með þessari fjárhagsáætlun okkar. En ég ætlaði nú bara að bregða upp hérna glærum og byrjum við, ætlaði ekki að byrja hérna. Þá bara að byrja mál mitt að í rauninni við erum að kynna hér fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 21-24 sem að lögð var fyrir í bæjarstjórn 1. desember síðastliðinn og vísa til annar umræðu sem að verður núna 15. desember. Við erum að gera einhverja smávægilega breytingar á milli umræðna sem að hafa kannski ekki áhrif á stóru myndina en að flestu leyti komið hér inn í þessar tölur sem við erum að fara yfir í dag. Við svona. Eins og Ásthildur nefndi áðan þá erum við í fordómalausum tímum og við erum að berjast við þennan veirufjanda. Á þessu ári höfum við orðið fyrir miklum búsifjum. Við erum að sjá á árinu að það eru lægri tekjur. Útsvarið er nokkuð lægra heldur en áætlun, upphaflega áætlun gerðu ráð fyrir. Jöfnunarsjóður, við gerum líka ráð fyrir að hann myndi draga eitthvað úr honum. Hann nú sem betur verið eitthvað að hressast núna eftir sem liðið árið og líka með aðgerðum ríkisstjórnarinnar í þeim efnum og þá sýnist okkur það nú kannski koma betur út heldur við reiknuðum með.
en engu að síður þá við skortir okkur upp á tekjur frá jöfnunarsjóði. Við erum líka að sjá það að aðrar tekjur á þessu yfirstandandi ári hafa lækkað verulega. Við erum búin að tapa miklum tekjum af rekstri Hlíðarfjalls og Sundlauginni, stöðu sem við erum að loka vegna veirunnar. Og svo má ekki gleyma því að hafnarsamlagið varð fyrir miklu tekjutapi, en við hafnarsamlagið tapaði samtals 300, áætlanir má segja að tekjur ársins af skemmtiferðaskipum sem áætlað voru 358 milljónir hurfu alveg úr rekstri. Við höfum líka séð fram á aukin útgjöld á yfirstandandi ári. Við fórum í atvinnuátak með sérstaklega áherslu á ungt fólk og fórum jukum verulega fé til vinnuskólans og sumarátak starfsmanna, fórum í samstarf við Vinnumálastofnun og fleiri og greipum til ýmsa úrræða til þess að bregðast við þessu á yfirstandandi ári. Við tókum líka ákvörðun að fara í duglegt markaðsátak, þar sem lögðum áherslu á að kynna Akureyri og það voru sérstaklega hugsað til sumarmánuðina vegna þess að þá var verið að hvetja Íslendinga til að ferðast innanlands og við lögðum mikla áherslu á það verkefni. Allt var þetta liður í því að reyna að koma í veg fyrir að atvinnuleysi, við vorum að reyna að stuðla við atvinnulífi hér í bænum og markmið okkar var í raun að halda líka starfseminni gangandi, þar að segja fólk í okkar starfsfólk bæjarins væri að halda störfum sínum. Það var okkar markmið á þessu ári. Hvernig brugðust við? Já, eins og ég segi, þá fórum við ýmsar aðgerðir, en við ákváðum líka nú að bökkum saman og mynduðum sameiginlega bæjarstjórn í síðla sumars, ef við segjum svo, og þar voru við settu okkur ákveðið markmið. Við ákváðum að leggjum til að ætlum okkur að ná sjálfbærni í rekstri. Það nú þannig að þrátt fyrir COVID þá var það þannig að það var sýnt að svona áframhaldandi rekstur og óbreyttur er ekki sjálfbær og við erum að bregðast við. Við stefnum að því að vera með framúrskorandi skóla og við ætlum að auka lífsgæði bæjarbúa og við ætlum að auka stafrænar lausnir í samfélaginu okkar og við leggjum mikla áherslu á að börn og ungmenni í forgangi. Og svona við ætlum að fara í almennar umbætur og hagræðingu og það munum við sjá að gerast hjá okkur á næstu árum. En vegna COVID þá ákváðum við að fara í mildar aðgerðir á þessu ári. Við erum að brúa bilið í dýpstu kreppunni, við erum ekki að segja upp fólki, við erum ekki að ráðast í stórfelldan niðurskurð, við erum fyrst og fremst í rauninni að fara milda leið í þeim aðgerðum sem við erum að taka okkur fyrir hendur núna bæði á þessu ári og því næsta, þar að segja árið 2021. Og við ætlum að nýta okkur hagstæða skuldastöðu. Aðeins af forsendum sem við erum með þá gerum við ráð fyrir í fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 að það verði 3,9% hagvöxtur. Við gerum ráð fyrir að verðbólga verði 2,7%. Það sem er jákvætt í dag, má segja, er það að kjarasamningar eru að mestu leyti klárir. Það er einn ófrágengi kjarasamningur en annars liggja línurnar fyrir kjarasamningu og laun næstu ára nokkuð fyrir og það er fyrirsjáanlegt. Það er eitthvað sem við höfum ekki staðið frammi fyrir mjög lengi, þannig að það er ánægilegt og gefur okkur auðveldar með að áætla fyrir næsta ár og næstu ár. Við ætlum það að íbúar verði komnir í 19.425 við lok ársins 2021 og fjölgi 200 manns. Við höfum verið að gera ráð fyrir þessari fjölgun og okkur sýnist að fjölgun á þessu ári nái því vonandi. Áfram aðeins að forsendum, við gerum ráð fyrir óbreyttu útsvarsprósentu sem er 14,52% sem er í rauninni hæsta útsvarsprósentan og hámarksútsprósenta sem að 55 sveitarfélög nýttu sér á yfirstandandi ári og ég reikna með að það séu flest sveitarfélög að það er enginn að lækka útsvar akkurat á þessum tímum vegna þess að þeirra stöðu sem sveitarfélög eru í. Við erum líka með óbreyttan fasteignaskatt, þar sjáum við að við erum með 0,33% af íbúðarhúsnæði og 1,63% af atvinnuhúsnæði og það er óbreytt. Við lækkuðum þetta á síðustu árum, höfum verið að lækka þetta. Það var 0,38% fyrir ekki svo margt löngu en hefur lækkan í 0,33% en við tölum ekki grundvöll fyrir því að lækka það núna. Fasteignamat svona almennt er ekki að hækka mikið, þetta er svona eiginlega bara stendur í stað milli ára. Þannig að fasteignaskatturinn á ekki að vera að hækka mikið á fólk. Við erum almennt að hækka gjaldskrár 2,5%, þá erum við ákveðnum undantekningu sem kemur fram í greinargerð okkar og kannski hér í máli manna á eftir. Við erum líka að gera ráð fyrir 5,7% hækkun á jöfnunarsjóði milli ára og aðgerðir sem við gripum í
gripum til var að við köllum þetta 2,5% hagræðingu í launakostnaði á þess að menn færi í niðurskurð eða þar að segja uppsagnir og það var lagt upp með það að draga úr launakostnaði sem næmi 2,5%. Það sést nú kannski ekki mikið á þeirri breytingu sem hefur orðið á launum vegna þess að það eru mikla launahækkanir samhliða en við töldum samt mikilvægt í rauninni að sporna aðeins við með þessari hagræðingu. Og eitt af því sem við réðumst í var að lækka nefndarlaun og laun fyrir bæjarstjórnum 5% sem aðgerð til þess að draga úr kostnaði. En aðeins bara af því að það er alltaf við erum alltaf að tala um A-hluta og B-hluta og hér á eftir kemur tíma að ræða það að A-hluti í rauninni aðalsjóður sem fjármagnaði með skattekjum og þjónustugjöldum og í A-hluta líka eignasjóður gatna, fasteignir og framkvæmdamiðstöð. En í B-hluta eru fyrirtæki og sjálfstæðar rekstrareiningar og þar má nefna stærsti náttúrulega Norðurorka sem hefur hvað mesta áhrif á rekstur bæjarins. Við erum líka þar með hafnarsamlagi sem er nú þannig statt að það er ekki gert ráð fyrir því í áætlun fyrir árið 2021 að skilja einu tekjum, við vonandi braggast það nú. Og svo erum við núna með í fyrsta skipti Hlíðarfjall sem B-hlutafyrirtæki en höfum haft það áður inni í rekstri A-hluta og undir íþrótt- og æskulýðsmálum. En það er breyting sem gerð var á þessu ári til þess í rauninni að gera okkur meira möguleika á því að útvista þeirri starfsemi. En aðeins bara þá áætlun tölum fyrir árið eða rekstraráætlun. Við sjáum þarna súlurnar og við sjáum þarna rauntölu 2018 og 2019 og þetta annars vegar rekstrar niðurstaða sem dökkbláa súlurnar og síðan þá rekstrar niðurstaða án fjármagnsliða sem eru þá ljósbláa súlurnar og við sjáum þarna hvernig þetta hefur þróast á milli, hvernig þetta að þróast núna. Við höfum verið þarna ofan við línuna, þetta er að tala um A- og B-hlutann, en þegar við horfum á svo yfirstandandi ár og síðan næstu ár þá sjáum við það að við verðum í mjög erfiði stöðu á þessu ári. Við erum svona smátt að vinna okkur upp á við og vonumst til þess að árið 2024 verðum við komin svona nálægt því sem við erum í dag. En við sjáum þá líka að þá hafa mismunur á dökkbláu súlunni og ljósbláu súlunni bendir til þess að vaxtagjöld hafa aukist og það er einfaldlega vegna þess að við verðum í rauninni og höfum tekið ákvörðun það að auka skuldir á þessu tímabili. Aðeins bara hérna, við sjáum þetta betur hérna fjárhagsáætlun A-hluta. Það er í rauninni sá hluti sem að við bæjarfulltrúar erum yfirleitt alltaf að sýsla með og við sjáum það að þróun er svolítið önnur þar. Við hefum verið með svona viðvarandi halla á A-hluta og einhverjar rekur minni til þess að við fengum athugasemd á sínum tímum það að frá reikningsskilanefnd að A-hluti væri ekki í plús og við höfum ákváðum að bregðast við því. Við náðum þó plústölu árinu 2019 en núna erum við náttúrulega að sjá þennan hrylling sem að gerist árið 2020 að við erum að sjá alveg fordæmalaust tap á A-hlutanum en eins og með A- og B-hluta þá teljum við með aðgerðum okkar að við munum ná að vinna okkur smátt upp úr þessu og vonandi sjáum við til lands á næstu 5 árum eins og stefnt var að. En aðeins af málaflokkunum, ef við skoðum aðeins bara skiptinguna á málaflokkunum og sem hlutfall af skatttekjum, þá sjáum við þarna að fræðslumálin og uppeldismálin eru náttúrulega langstærsti málaflokkurinn okkar og skiptir okkur náttúrulega mestu máli, þar að segja í fjárhagslega. Þetta er 47,8% af skatttekjunum sem fara til þessa málaflokks og sem eru þá einhver 8,5 milljarðar tæpir. Við erum með félagsþjónustu 26,2%, æskulýðs- og íþróttamál taka 13,5%, sameiginlegu kostnaðar og lífeyrisskuldbindingar eru 8,4%, umferðar- og samgöngumál eru 6% og menningarmálin 5,3%. Svo erum við umhverfismál þarna 2,1% og svo eru aðrir málaflokkar sameiginlega þarna sem við bara raðaði saman 3,9%. En ef við förum aðeins og skoðum þá bara þessa helstu málaflokka okkar sem að skipta okkur hvað mestu máli, það náttúrulega eru fræðslumálin og eins og ég sagði áðan þá þarna erum við að tala um að árið 2021 þá erum við að gera ráð fyrir því að þar verði notað í rekstur 8,5 milljarðar tæpir og þetta er þarna að aukast einhverja 420 milljónir frá árinu 2020. Við erum að gera vel í þessu málaflokki að mínu mati. Við erum að taka í notkun á árinu 2021 nýja leikskóla að Klöppum sem sjáum á þessari teiknimynd þarna til hliðar. Við ætlum okkur að taka 12 mánaða börn inn í leikskóla frá og með þegar Klappir opna.
Við erum að gera ráð fyrir almennri hækkun eins og ég gat áðan 2,5% hækkun á leikskólagjöldum, en þó eins og ég sagði, þá eru undantekningar og í þessu sambandi erum við að taka 7% hækkun á fæðisgjald og þar erum við núna búin að gera þá breytingu að við erum nú eingöngu að rekna með launum og hráefniskostnaði, ekki öðrum föstum kostnaði. Það nú til þess að þurfi ekki að hækka þetta meira en þetta, en fæðisgjald ætlað að standa undir kostnaði við þá fæðið sem þá nú eingöngu hráefni og launakostnaður. Við erum líka að taka í notkun nýja menntastefnu sem að mun skila sér í skólastarfi á næstu árum og eins og allir vita þá réðust við enduruppbyggingu Lundarskóla og það svona stærsta verkefni sem við erum að ráðast í fjárfestingum á komandi ári. Í félagsþjónustunni þar erum við að gera ansi vel, við sjáum þó að tölurnar eru að lækka frá árinu 2021 en það skýrist af hluta til vegna þess að rekstur öldrunarheimilina að fara til ríkisins frá með 1. janúar og þar erum við að gera ráð fyrir því að og eins og þetta á núna þá aðalsjóður að greiða til öldrunarheimilina 500 milljónir króna. Þannig að það hefur áhrif á þennan málaflokk. En við erum að bæta í og við tókum í gagnið þjónustukjarna í Klettaborgum mitt ár þetta ár og nú verður hann í fyrsta skipti í fullum rekstri í heilt ár eins og maður segir og það hefur áhrif á þessar tölur hjá okkur. Við erum líka árinu 2021 að taka í notkun 5 íbúðir fyrir fólk með fjölþættan vanda sem hefur verið verkefni okkar dálítið langan tíma en loksins að komast að laggirnar sem mjög ánægjulegt. Við erum að auka þjónustu vegna málefna fatlaðra, það bara þannig. En það hins vegar líka áhyggjuefni að jöfnunarsjóður ekki að skila sér sem slíkur inn í þennan rekstur og það alveg ljóst að það þarf að athuga með tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga hvað varðar þetta málefni fatlaðra og þær viðræður hafnar milli Sambands íslenskra sveitarfélaga og ríkisins. Í æskulýðs- og íþróttamálu þá erum við í rauninni að það að lækka þarna tekjur á milli, lækka kostnaðar á milli ára. Stærsta skýringin á þessu rekstur Hlíðarfjalls og líka tekjurnar vegna sundlaugana sem að töpuðust á árinu 2020, auka ýmsar svona smávægilega hagræðingar aðgerða, en það ekki verið að gera neitt svona stórt. Við erum í rauninni að fara í uppbyggingu íþróttamannvirkja á næstu árum. Við erum byrjuð á Lökkva sem var fyrsta verkefni í svokallað uppbyggingarskýrslu íþróttamannvirkja og gerum ráð fyrir því að klára það á árinu 2021. Við ætlum að endurskoða starfsemi ungmennahús í frístundaráðinu, mælaborð vegna barna líka í notkun hjá okkur og verður nýtt. Við ætlum að barnasáttmálann, við vorum eitt af fyrsta sveitarfélaga landsins, ef ég man rétt, fyrsta sveitarfélaga landsins sem tók upp barnasáttmálann og í sjálfsögðu munum við halda áfram að vinna með hann og hann náttúrulega lykillinn að því að aðgerðir sem að honust nú lykillinn í því að veita börnum og unglingum góða þjónustu hér í Akureyrarbæ sem við kappkostum og ætlum okkur að gera. Og eitt af því sem liggur fyrir í þessu málaflokki að endurskoða starfsemi punktsins. Í sameiginlegu kostnaði þá erum við að horfa fram á það að það eru óveruleg breytingar milli árna 2020 og 2021. Við ætlum okkur að einfalda stjórnsýslu á komandi árum og erum að stefna því í þessari vinnu okkar. Við erum að vinna að stafrænum lausnum og núna erum við að taka inn í samstarf með öllum sveitarfélögum notkun á Ísland.is og það mun gjörbreyta í framtíðinni allri umsýslu í stafrænum lausnum að mínum mati fyrir sveitarfélagið. Við höfum líka lagt mikla áherslu að hafa náið íbúasamráð og höfum stofnað til þess sérstaka verkefnahóp og erum þegar byrjuð að vinna og unnum á yfirstandandi ári íbúasamráðsverkefni og ætlum okkur að vinna betur með íbúum. Og eins og ég nefndi áðan þá erum við að lækka nefndarlaun sem hefur áhrif á þennan sameiginlega kostnað. Í umferðar- og samgöngumálum þá erum við að stefna því að breyta leiðakerfi strætó og það náttúrulega hefur verið íbúasamráð og við erum núna það er verið að vinna með athugasemdir sem komu frá íbúum og stemt að því að bregðast við því fljótlega og það er stemt að því að nýtt leiðakerfi taki gildi mitt árið 2021. Við erum með þeirri breytingu að okkar mati að reyna að bæta þjónustuna og reyna að fá fleiri til að nýta sér þennan möguleika sem strætó er. Það hefur bara ekkert nema jákvætt það að segja. Við erum líka að tala hagræðingu í snjómokstri og það er eitthvað sem einhverjir munur kannski rekka
ramma kvein yfir en við erum hins vegar ekki að tala um það að minnka þjónustustig og ef við mennum vilja ræða það á þessu fundi þá ég formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs með svör á rauðum höndum hvernig við ætlum að nálgast þetta mál. Í menningar- og atvinnumálum þá vorum við, ég seti þetta hér upp saman, þetta eru þau verkefni sem heyra undir stjórn Akureyrarstofu og við sjáum þarna að menningarmálin sem eru til vinstri að það er nú ekki mikil breyting þar á en síðan erum við með atvinnumálin þar til hægri og þar kannski munar mest það að við erum í rauninni að fara í að loka upplýsingamiðstöðinni sem hefur verið í Hofi og færa hlutahöfðinni starfsemi upp í Amtsbókasafn og erum svona bara og svona bregðast við þeim tíðaranda. Fólk farið að nota minna þessar upplýsingamiðstöður og þetta orðið meira, fólk farið að gera þetta meira rafrænt og en við ætlum samt að vera með þjónustu fyrir ferðamenn engu að síður en það verður þá bara innviklað í aðra starfsemi bæjarins. Það verður farið í atvinnustefnu, endurskoðun atvinnustefnu, það var samþykkt í bæjarstjórn daginn og samhliða því gerð samkeppnisgreining á íbúða og fyrirtækjamarkaði. Við erum að endurskoða menningarstefnuna og það verður farið í það vinnulega aðgerðir safnastefnu. Svo eitt af því sem við erum ennþá með upp í loft, það menningarsamningurinn. Hann rennur út áramót og það á eftir að endurnýja hann. Hins vegar eru standa samningaviðræður yfir en þó svo að við vonandi fáum auki framlag þá það í rauninni ekki til þess að breyta rekstrarniðurstöðu bæjarins vegna það má menningarsamningurinn rennur í rauninni beint til menningarfélagsins eða MAK. Þannig að þetta er í rauninni bara tilfærsla á peningum. Aðeins svo að fjárhagsáætluninni aftur og þá komið að framkvæmdum og það er eitt af því sem við þurfum aðeins að horfa á þegar við erum að svona velta fyrir okkur hvernig við erum stödd að hér eru ég með línuritt sem sýnir okkur veltufé frá rekstri annars vegar sem hlutfall af tekjum og hins vegar veltufé frá rekstri sem fjárfestingar sem hlutfall af tekjum. Og dökkbláa línan er fjárfestingar og veltufé frá rekstri er þá ljósbláa línan. Og við sjáum það hérna glöggt að svona framan á tímabilinu, þannig erum við að tala um A og B-hluta, þá framan á tímabilinu þá erum við með þetta veltufé hærra heldur en fjárfestingar og það má segja að það sé það sem við þurfum að stefna að. Veltufé frá rekstri er ætlað til að greiða niður skuldir og greiða fyrir fjárfestingar og ef að þessi ljósblá lína er fyrir neðan dökkblá línuna þá kallar það á skuldsetningu og við sjáum það núna að þessi toppur sem verður þarna árinu 2018 er náttúrulega stór hluta vegna framkvæmda hjá Norðurorku. Norðurorka hefur verið að framkvæma mikið meðal annars í fráveitu og hitaveitu og svo í rauninni erum við núna þá að sjá fram á bæði 2020, 2021 og 2022 og 2023. Þá eru fjárfestingar umfram veltufé frá rekstri og það er í rauninni takt við það sem við höfum verið að boða. Við ætlum þá að nýta stöðuna og skuldsetja okkur. Við sjáum þetta aðeins betur hérna í A-hlutanum, þetta er af því að það hefur nú oft verið rætt um það, þetta er það sem snýr að okkur bæjarfulltrúum og bæjarstjórn hefur verið með í umsýslu og þá hefur oft verið talað um það að við höfum verið í ýmsum framkvæmdum og bruðli, að við sjáum það að alveg frá árinu 2013 og alveg til ársins 2019 þá er veltufé frá rekstri meira heldur en hærra hlutfall heldur en fjárfestingar sem þýðir það að við höfum verið að greiða niður skuldir. Það þýðir það í rauninni bara í svona á mannamáli að við höfum gætt aðals. Við höfum að gera það líka vegna þess að það var fyrirsjáanlega framkvæmdir í B-hlutafyrirtækjum hjá Norðurorku. En við sjáum líka að þetta breytist strax á þessu ári að við erum að má segja veltufé frá rekstri sé bara verði lítið sem ekkert eins og útkomuspáin gerir ráð fyrir núna og við erum að gera ráð fyrir þarna töluverðum framkvæmdum. En fjárfestingaráætlun ársins 2021 til 2024 er þannig að við gerum ráð fyrir að fjárfestingar árinu 2021 verði 4.139 milljónir króna og heildar fjárfesting næstu 4 ára verði þetta 14.337 milljónir króna. Þannig að við erum að fjárfesta drjúgt á næstu árum og ef við aðeins sjáum bara hvernig helstu fjárfestingar eru, þá erum við með fræðslumál upp á 1295 milljónir króna og þar náttúrulega eru við að klára Glerárskólann, sem við náttúrulega hefðum kannski átt að minnast á áðan undir fræðslumál, en þar erum við að klára Glerárskólann og gerum ráð fyrir því að það séum 720 milljónir og síðan erum við að fara á stað með Lundarskólann áfram og við gerum ráð fyrir því á næstu 3 árum séum við að framkvæma þar fyrir, eða 2 árum réttar fyrirgefið, framkvæma þar fyrir 1250 milljónir.
En þetta sem sagt þessi stærstu liðirnir í fræðslumálum. Í æskulis- og íþróttamálum þá erum við í rauninni að klára Nökkvahúsið á árinu 2021 og ég setti þetta með inn í þessa 468 milljóna króna fjárfestingu að það eru 323 milljónir króna sem við komum til með að greiða fyrir lyftuna góður í Hlíðarfjalli þegar hún verður klár til afhendingar. Við erum síðan að gera ráð fyrir eignasögu Gatna 540 milljónir króna og það má segja það að við erum aðeins að sjá þetta lækka. Það er að segja að við gerum ráð fyrir því að gatnagerðargjöld hækki af fjölbýlishúsum úr 5% í 7,5% sem mun koma til með að skila aðeins auknum tekjum inn í eignasjóðin í það framkvæmdi sem við erum með í eignasjóði. Og í Norðurorku þá erum við að sjá framkvæmdir upp á 1119 milljónir og þetta er svona kannski má segja það fer að draga úr framkvæmdu hjá Norðurorku á komandi árum. Á næsta ári verður framkvæmdir 800 milljónir, síðan 900 milljónir og árið 2024 verður komin í 625 milljónir. Þeir eru búin að ganga í gegnum verulega og mjög mikla framkvæmdir á liðnum árum. Og ef við aðeins skoðum bara þetta, hvernig þetta lítur út á næstu 4 árum, ef við förum að efsta þá er félagsþjónusta sem við gerum ráð þarna fyrir að framkvæma fyrir einhverja 380 milljónir árið 2022-2024 og þar eru við rauninni að þetta er nú mótframlag okkar vegna byggingar öldrunarheimila við Lögmannslíð. Akureyrarbær ber að borga 15% af byggingarkostnaði. Í fræðslu- og uppeldsmálum þá sjáum við þarna hvernig þetta er að þróast. Við erum með á árinu 21 og 22 framkvæmdir vegna Lundarskóla. Síðan á árinu 23 á 23 þá förum við aftur í Glerárskóla og sé-álmuna þar og reiknum með því að fara í það árinu 23 og 24 samhliða því að við munum fara að huga leikskóla árinu 2024 við Lundarskóla. Þarna sjáum við æskulis- og íþróttamálin og við erum að gera ráð fyrir árinu 2021 vegna Nökkva á árinu 2021 setjum við skauthöllina og árinu 2023 og 2024 erum við með 600 milljónir sem við höfum eyrnamerkt uppbyggingu á KR-svæði. Þetta er í samræmi við þessa uppbyggingarskýrslu sem við höfum samþykkt í bæjarstjórn og erum að fara að framfylgja. Það er kannski ekki, í sameiginlegu kostnaði kannski vert að benda á það, þar erum við í raun að fara að framkvæma árinu 2022 og 2023. Þar erum við að ráðast í viðbyggingu við Ráðhúsið. Það er eitt af því sem hefur komið út úr þarfagreiningu og mun spara okkur verulega fjármuni á komandi árum. Þess vegna var ákveðið að ráðast í þetta, að við munum sameina alla yfirstjórn og stjórnsýslu á einu staði í Ráðhúsinu. Og það er talið geta sparað okkur með 150 milljónir króna á ársgrundvelli þegar það verður komið að fullu til framkvæmda. Við erum sem sagt að sjá að þarna aðalsjóðin er að fjárfesta fyrir 1720 milljónir árið 2021 og þetta er 1554 milljónir næsta ári og 1550 milljónir 2023 og síðan 1390 milljónir á árinu 2024 eins og áætlunin lítur út. Við svo sem þetta við sjáum að eignasögu Gatna, það er svona eykst eftir því sem líður á tímabilið. Félagslegar íbúðir, þar erum við að tala bæði íbúðir og stofnstyrki sem við erum að gera ráð fyrir á næstu 4 árum. Og síðan strætisvagnar, við erum að kaupa strætisvagnar árinu 2021 og við erum líka að gera ráð fyrir þarna kostnaði vegna nýs leiðakerfis. Í hafnarsamlaginu þá sjáum við að framkvæmdir þær eru töluvert mikið lægri núna heldur en þær voru á síðasta ári. Þar hafa menn náttúrulega gert áætlanir út frá því ástandi sem er í dag en ef úrætist og við förum að sjá hafnarsamlagið tikka á sama krafti eins og áður, þá má reikna með því að þetta mun eitthvað breytast þegar það framlíðast undir. Og eins og ég sagði áðan þá er Norðurorka þarna með framkvæmdir og þeir eru svona, þetta er að draga úr framkvæmdu, það er verið að framkvæmdir og fráveituframkvæmdir hafa verið stórar á síðustu árum og þetta er svona línan eins og liggur þarna. En bara aðeins framtíðarsýn og lokhorð, eins og kom fram hér áður og hefur komið fram að þá stofnuðum við sameiginlega meirihluta nú á haustdögum og framtíðarsýn okkar í bæjarstjórn er til næstu 5 ára felst í að rekstur Akureyrarbær verði sjálfbær, að sveitarfélagið verði þekkt fyrir framúrskarandi skóla, lífsgæði og góða þjónustu með áherslu á stafrænar lausnir og íbúasamráð.
Einnig að samkeppnishæfni sveitarfélagsins leiði til fjölgunar íbúa og aukinna atvinnutækifæra. Þá bæjarstjórn sammála að standa vörð, sérstaka vörð viðkvæmustu hópa samfélagsins og að setja hagsmuni barna og ungmenna í forgang. Ég tel að svo fjárhagsáætlun sem við erum að kynna hér í dag og við höfum verið að kynna sé í rauninni í takt við þessar punta eða þessa yfirlýsingu okkar. Það liggur fyrir að við þurftum að bregðast við með mildari aðgerðum heldur en að kannski menn reiknuðu með. Auðvitað var COVID og veiran tók lengri tíma heldur en menn gerðu ráð fyrir í upphafi og við erum svo sem ekki búin að sjá bítu nálinni með það. Við vitum ekki hvernig þetta kemur til með að þróast á næsta ári og erum svo sem með vaði fyrir neðan okkur þar. En hins vegar þegar við sjáum til bjartari tíma með bóluefni, þá teljum við að við getum haldið áfram á þeirri vegferð sem við erum að setja fram með þessari framtíðarsýn okkar. Og allar okkar aðgerðir, bæði þessari fjárhagsáætlun og þeirri framtíðarvinnu sem við erum þegar búin að setja í gang, miða því að ná þessu markmiði. Annars held ég sem bara búin að ljúka máli mín og þakka fyrir og gef Ásthildi aftur fundinn. Þakka þér kærlega fyrir Guðmundur Baldvin fyrir einstaklega góða og umfangsmikla yfirferð. Ég held að þú hafir farið mjög vel yfir öll þau verkefni sem unnin verða á komandi ári. Það vissulega rétt að þetta krefjandi staða, en mig langar til þess að nefna það að Akureyringar hafa aldrei verið fleiri. Við erum nú rúmlega 19.200 sem ákaflega gleðilegt og okkur fjölgar hægt en örugglega sem ágætt. Nú það komin, ég bara minni á tjattið og spurningar sem þar eru komnar og hér komin ein spurning og ég held að vera ágætt ef Hilda Janna væri tilbúin til að svara þessu. Ekki af og frá að fara í þann sparnað að loka upplýsingamiðstöð ferðamanna í Hofi hér á höfuðstað Norðurlands þegar ferðaþjónustan hefur aflað bænum miklar tekjur í gegnum árin. Staðsetning frábær á nálægt höfninni þar sem skemmtiferðaskipin koma. Það mjög mikilvægt að þjónusta ferðamenn sem koma á Akureyri áfram því ferðaþjónustan mun rísa hratt upp aftur þegar fram í sækir. Það ekki rétt að það sé ekki verið að nota þessu þjónustu því ég hef fengið ófá símtöl frá upplýsingamiðstöðinni þegar verið að leita að ferðum. Þannig að Hilda, ég bið þig að svara þessu. Já, takk Reynir, það alveg vonað að þú spyrjir. Þetta hefur verið mikið rætt bæði innan Markaðsstofu Norðurlands og inn við ráðuneytið líka vegna þess að ráðuneytið ákvað að hætta að setja fjármagn í upplýsingamiðstöðvar og búið að setja fjármagn í að rafvæða upplýsingamiðstöðvarnar. Og þá sat þetta svolítið eftir hvort að Akureyrarbær ætti í rauninni einn að sjá þennan kostnað á sama tíma og sala í gegnum upplýsingamiðstöðvar hefur dvínað mjög. Ég ræddi þetta innan Markaðsstofu Norðurlands meðal annars með fulltrúum fyrirtækjanna þar. Ég ræddi þetta líka við fulltrúa hafnarinnar og þetta var niðurstaðan að leggja frekar áherslu á að fara í uppbyggingu á rafrænni upplýsingagjöf í samstarfi við ríkið. Fela Amtsbókasafninu að hluta þessa upplýsingagjöf og auka upplýsingagjöf í Sundlauginni og á Listasafninu. Við verðum eiginlega að sjá hvaða áhrif þetta hefur. Þetta ekki einfalt skref að stíga og en mikilvægt að horfa þá til þess að þessar rafrænu lausnir verði með þeim hætti sem að best verður á kosið. En þetta skref stigið núna og það verður bara eiginlega að sjá og fylgjast með hvernig þessu framvindur og hvort að þessi rafræna upplýsingagjöf sannarlega geti komið í staðinn. Sé svo ekki, þá verður ríkið auðvitað að taka þátt í þessum kostnaði líka. Það getur ekki gengið upp að Akureyrarbær einn og sér eigi að sjá upplýsingamiðstöð í landshlutanum þó að hluta til hafi komið 120.000 frá öðrum sveitarfélögum en kostnaðurinn nemur yfir 20 milljónum króna á ársbasis. Sem og þyrfti að taka þessu umræðu þá með höfninni þar sem að þar auðvitað mikil upplýsingagjöf og upplýsingaveita. En þetta allavega niðurstaðan og eftir samtal við fyrirtækin var meiri áhersla lögð á meðal annars flugklassan og Markaðsstofu Norðurlands og horft til þess að það sé hægt að fara í rafvæðingu á upplýsingagjöf. Takk fyrir þetta Hilda, en ég held að það sé bara ágætt að þú takir næstu spurningu líka hversu margir ferðamenn byrja á Listasafninu, þannig að það verður kannski hversu margir gestir að koma á Listasafnið hjá okkur?
Sko ef að spurningin hversu margir ferðamenn byrja á listasafninu í tengslum við hvort að það sé heppilegt að hafa upplýsingamiðstöð þar, þá hef ég ekki upplýsingar það hversu margir ferðamenn byrja á listasafninu. Við höfum gögn hins vegar ferðamenn sem sækja listasafnið og mínum mati mættu þeir vera mun fleiri. Þeir eru minni heldur en, eða færri heldur en íbúar íslenskir gestir og það var reyndar skot á aðsókn núna í sumar af innlendum gestum sem að var ánægilegt þegar kom smá COVID-hlé. En þetta er verkefni sem að verður flókið og þetta er ekkert alveg einfalt né auðséð að þetta sé rétt og eðlileg niðurstaða. En ég held að Akureyrarbær á meðan að ríkið ætlar ekki að koma að því að vinna með landshlutunum í upplýsingamiðstöðum og vill horfa til þess að upplýsingagjöf almennt til ferðamanna sé með þessum hætti að þá tel ég að Akureyrarbær eigi ekki að fara aðra vegferð heldur taka þátt í þessari rafvæðingu og innleiðingu á rafrænni upplýsingagjöf. Takk Hilda. Þá ætlaði ég að beina spurningu til Ingibjargar Ísaksen. Hvað átt við með framúrskarandi skólum og hvernig verður staðið að því að ná þeim markmiðum? Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Það sem við meinum með því að vera með framúrskarandi skóla hér á Akureyri að við viljum ná enn betri árangri. Það gerð ytri möt á skólum bæjarins með reglubundnum hætti og þar koma möt fram. Við viljum ná hærra og skora hærra í þeim mötum sem þýðir það að ef við náum 80–90% af þeim mötum í dökkgrænt og uppfyllum þau að fullu leyti þá teljum okkur vera framúrskarandi. Við erum búin að setja fjármagn í menntastefnu, framfylgd menntastefnunar og aðgerðaáætlun tengda henni til næstu 3 ára, þar sem að vinna að fara af stað varðandi gæðaviðmið og innra mat í skólum, þar sem að bæði Trappa og MSH mun aðstoða skólana til þess að uppfylla þetta. Og þetta er markmiðin okkar sem við ætlum að gera til þess að verða framúrskarandi. Takk fyrir þetta, Ingibjörg. Ég held að það geti allir verið sammála um það að ef hér verði framúrskarandi skóla þá verði það einn risastór skrautfiður í okkar hatt og eitt af stóru trompunum þegar það kemur að samkeppnishæfni á íbúðamarkaði. Hér spurt hvenær áætlað að framkvæmdir hefjist við framkvæmdir hjóla og göngustíga í samræmi við breytingar á aðalskipulagi? Andri, ef ég myndi vísa þessari spurningu til þín. Já, takk. Það áætlað að byrja strax á næsta ári og það sem verður í forgangi í byrjunni stígurinn væntanlega Skarðshlíðina. Það er að segja frá Glerá og norður upp í Skarðshlíð og svo áfram upp í gegnum Hlepperi þar, Seljahlíðar þar slóðir og allavega norður að Sveitarfélagssölkum og borðið á ný brú, göng- og hjólabrú á Glerártorg sem gæti orðið líklega á næsta ári. Þetta í byrjun svona mesti krafturinn í þetta og sömuleiðis kaflar í innbænum, nálægt skautahöllinni, þar slóðir. Takk Andri. Önnur spurning þó til þín hefur verið gerð athugun á því hvort ekki hefði verið ódýrara að rífa húsnæði Lundarskóla sem á að gera við og byggja nýtt í staðinn fyrir að reyna að gera við það. Yfirleitt fer kostað við svona viðgerðir langt fram úr áætlun. Ef þú myndir svara þessari spurningu sömuleiðis. Já, það var áætlað að nýbygging myndi kosta eða yfir 600.000 krónur á fermetra en viðgerð nær 400.000 og það núna búið að bjóða út þessa stóru verkþætti í fyrri almunni og þau tilboð undir kostnaðaráætlun þannig að það lítur út fyrir að við munum sleppa með þessa framkvæmd töluvert undir því sem hefði verið með að rífa byggja nýtt. Þá önnur spurning sem ég held að sé beint til þín, Andri. Það smá ólag á hljóðinu hjá þér, bara biðjum að vera skýr, kannski tala aðeins hægt. Nú fyrirséð að það þarf að endurnýja brú yfir Glerá við Glerártorg, hefði ekki verið betra að sameina hana og hjólabrú? Geturðu svarað þessu?
Ég kann ekki alveg að svara því, sko, bílabrúin náttúrulega er á forræði Vegagerðarinnar og ég áttum ekki alveg á hvaða umræða það í gangi nema það er að tala hringtorg, sko, á þessum stóru veganótum. En ég hef ekki talað sko, samþættingu við göng og hjólabrú, en það er bara ágætt. Það er bara eitthvað sem við tökum og ég tek undir það er góð hugmynd. Það er eitthvað sem þarf að leysa með Vegagerðinni. Hér er aftur spurt hvenær á að fara í það að laga klefa fyrir fatlaða í Sundlaug Akureyrar. Andri, getur þú svarað því? Já, ég stóði fyrir meiningu að það hefði verið gert að minnsta kosti að hluta til í COVID-hléinu í vor, en ég kann ekki að svara því betur en það. Já. Kannski að ég myndi, Kristinn Reymarsson, gætir þú bætt við? Já, ég get allavega upplýst að það framkvæmdir eru langt komnar. Það var farið á stað í vor þegar var lokað vegna COVID og svo aftur sem sagt núna í haust. Þannig að þess er ekki langt að bíða að þetta verði tilbúið. Herra ljómandi, takk fyrir það og það verður mikil framför. Það eru engar spurningar þannig að ég ætla að gefa fólki tækifæri til þess að skrifa spurningar og senda hérna til okkar. Nota tækifæri þegar allir bæjarfulltrúar og sviðsstjórar eru hér mættir og formenn nefnda. Nú Reynir spyr hér, er tímabært að fara í hækkanir og gjaldskrá skólana í fæði og frístund og ég ætla að beina spurningunni þá aftur til Ingibjargar Ísaksen. Já, takk fyrir. Markmiðið hjá okkur var að halda okkur við hækkanir sem að lífskjarasamningarnir sögðu til sem er 2,5% og það er rauninni það sem við munum gera varðandi frístund. Varðandi grunnskólana, þá höfum við verið að stefna því að fæðisalan standi undir öllum kostnaði við rekstur mötuneyta. Þá erum við að meina hráefni, laun, rafmagn, viðhald og afborganir á stofnkostnaði. Núna er svo komið að launakostnaður hefur hækkað töluvert og það hallar á varðandi gjaldskrána og við sáum fram á það að ef við myndum ætla að standast þetta markmið þá þurftum að hækka töluvert meira. Þannig að það var tekin ákvörðun það að kostnaður myndi einungis standa undir hráefnis- og launakostnaði núna á næsta ári en ekki öðrum kostnaði og því er verið að leggja af stað með 7% hækkun í stað 2,5% til þess að mæta þessu. Þannig að þetta er svona, þetta var skoðað mjög vel og ítarlega og þetta var niðurstaðan. Takk fyrir þetta, Ingibjörg. Svo er enn, Ingibjörg, eiga börnin að niðurgreiða fæði starfsmanna sem greiða mun minna? Já, nei, núna verður þetta þannig eins og ég segi að gjaldskrá mun einungis standa undir hráefnis- og launakostnaði. Það er mismunur þarna á milli, þetta er hluti líka kjarasamningi hjá kennurum og starfsfólki, en þetta er kostnaði barnanna. Hann í rauninni stendur einungis undir hráefnis- og launakostnaði. Akkurat. Svo er spurt hér, hefur verið skoðað að lengja tímann sem samningar eru boðnir út í viðhaldi fasteigna bæjarins til að nýta betur kunnáttu þeirra sem koma þar að? Andri, ef að þú þessu? Ég veit ekki til að það hafi verið vandamál stuttur tími því að það er yfirleitt mikill áhugi á að bjóða í þessi verkefni bæði stór og smá. En já, ég ætla mig að hvað er í fengið með lengri samningstíma. Akkurat. Svo er hérna, eru gæði nettenginga í hús og lagning ljósleiðara eitthvað sem bærinn getur haft áhrif á eða er þetta forræði einkafyrirtækja? Ef bærinn er með áætlun þessa vinnu, hvenær er stefna á að vera komið með ljósleiðara í öll hús? Ég held að það var nú bara ljómandi ef að formaður stjórnar Norðurorku myndi nú svara þessu, Ingibjörg Ísaksen. En þetta er náttúrulega á forræði, þetta er ekki á forræði bæjarins, svo ég geti nú bara svara því. En Ingibjörg, vilt þú svara þessu? Já, þetta er ekki, það er rétt að þú segir, þetta er ekki á forræði bæjarins og ekki á forræði Norðurorku, þó svo við hefum nú hluti fyrirtæki sem sér meðal annars þetta. En þannig að það er bara undir hverjum og einum komið, hvort hann fái sér ljósleiðara eða ekki. Það er áætlun í gangi að ég held, ég þekki það bara ekki alveg nóg vel til þess að svara því, en ég get
kannski komist að því ef að við getum fengið tækifæri til þess að koma svörum áleiðis til bæjarbúa eftir fundinn. Við, bara svo það komi hérna fram svona fyrir kurteisi sækir, þá vil ég nú nefna því ég nú glemdi það að fundurinn að sjálfsögðu tekinu upp og þannig að við gætum nú komið fyrirspurnum til aðila en að sjálfsögðu er þessi ljósleiðaramál stórt atriði þegar kemur að lífsgæðum og samkeppnishæfni, þannig að þetta eitthvað sem við munum skoða. Það hérna, ég lýsi mikill ánægju með uppbyggingu Braggaparksins, hvernig styður Akureyrarbær við einstaklingsframtak á borð við þetta? Eva Hrund, vilt þú svara þessari spurningu? Formaður frístundaráðs. Já, sæl veriði. Frístundaráð hefur ekki stutt við uppbygginguna innan Braggaparksins, allavega ekki frá þeim tíma sem ég hef verið og ég held að það hafi ekki verið. En þetta kom samt inn á borð hjá höfninni sem að á í rauninni braggana sem að Brettaparkið í og ég held að það hefði nú verið samið góð kjör á leigu í því tilfelli. Já, þetta einstaklingsframtakið sem þarna verið að vinna með og frábært hvernig til hefur tekist. Þarna hafa verið námskeið sem við höfum svo sem stutt við. Það spurning hvaða ferli eru þar sem leysa á með stafrænum hætti, ég get svo sem svarað því. Við höfum verið að einfalda umsóknarferlið með bæði fyrirspurnir og umsóknir hjá okkur og eitt stærsta verkefni nú að rafvæða allar umsóknir hjá skipulags- og byggingar, hjá skipulagssviðinu og allar byggingarleyfisumsóknir þær fari í gegnum með stafrænum hætti. Þá eru allar fyrirspurnir sem við erum með, við erum að láta þær verða afgreiddar stafrænt. Þá eru öll sveitarfélög í landinu að fara saman í stafræna vegferð það að meðal annars leysa umsóknir fjárhagsaðstoð og þannig að það verði rafrænt og að verði sjálfsafgreiðsla. En það eru svona bæði stór og smá skref sem við ætlum að fara í með tengsl við Ísland.is. Stefnt á að hafa fleiri bæjarfundi á þessu formi, jafnvel eftir að COVID lýkur, ég held að vera nú bara eðalega að fá forseta bæjarstjórnar til þess að svara þessari spurningu? Já, komið sæl og takk fyrir spurninguna. Ég held að það sé einboðið, sjáum náttúrulega hvernig þetta tekst til, en ég myndi leggja það til við bæjarstjórn að við skoðum það. Takk fyrir það, Halla Björk. Mér langaði líka kannski að nefna það að þegar við erum með svona einstaklingsframtaksverkefni sem einstaklingar eru að fara í eins og Braggaparkið og fjöldin af öðrum verkefnum, þá uppbyggingarsjóður sem vistaður hjá SSNE, Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi eystra, sem styðja við það og það samkeppnissjóður, þannig ég hvet þá sem eru með góðar hugmyndir að hafa samband við SSNE. Hvað veldur því að Merkigil 50 km hámarkshraði en ekki 30 km hámarkshraði eins og sumar aðra sambærilega götur? Ég held að vera ágætt að formaður skipulagsráðs myndi svara þessu. Þórhallur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, sæl veriði, ég var að reyna að kveikja á myndavélinni. Ég bara veit það ekki og þetta bara eitthvað sem við þurfum að skoða. Það eru fleiri götur í bænum sem eru 50 km götur sem ætti að vera 30 eins og til dæmis Skipagatan bara. Og þetta bara hlutur sem við þurfum eiginlega bara að taka til skoðunar og það bara mjög gott að fá inn sent erindi ef að menn sem sagt eru með hugmyndir breyttan hámarkshraða í götum og hverfum. Það væri bara mjög gott að fá það inn til skipulagsráðs. En ég get ekki svaraði hér og nú.
Og það önnur spurning af sama meiði, Þórhallur. Þið eru líka hvatt til þess að lækka hámarkshraðann við pósthúsið í Norðurtanga, þar sem 50 km hámarkshraði og ég get nú bara sjálf tekið undir það. Mér finnst heldur hratt ekið þá götu. Já, ég alveg sammála. Það víða og hratt ekið í bænum og ég bý nú við Skógarlundi og það nú gata sem komin í 30 og fyrir nokkrum árum síðan, en það ennþá á hratt ekið þar, en það verið að fjölga þar hraðahindrunum. Og það marga gangsbrautir þar yfir og krakkar á leið í skóla og við þurfum aðeins að reyna að dempa umferðina, aðeins að hægja á henni í þessum hverfum þar sem við erum með börn á leið í skóla og þarf að fara gætilega. Ég alveg sammála því og ég tilbúin að skoða allt í þessum efnum. Tek undir það og Þórhallur tekur þetta til sín til skoðunar. Ég ætla að leyfa henni Ingibjörgu Ísaksen aðeins að koma inn aftur. Hún óskaði eftir því að fá að svara spurningu eða kom viðbóta spurning varðandi fæðisgjaldið. Já, það kom einmitt viðbóta spurning þarna sem ég þarf greinilega að svara betur til þess að skiljist. En ástæðan fyrir þessum mismun á milli kostnaðar starfsmanna á fæðisgjaldi og barna að við erum með kjarasamninga sem við höfum aðild að. Það samið fæðisgjaldi óháð kostnað við hverja máltíð. Svona, svo því sé haldið til haga. Varðandi ljósleiðarann, þá spurðist ég fyrir og fékk þær upplýsingar að það hafa aldrei verið tengt fleiri heimili en núna í sumar. En núna hafa í rauninni 600 heimili viðbót möguleikann á því að tengjast ljósleiðara og það áætlað á næstu 2 til 3 árum muni allir bæjarbúar geta haft möguleika á því að tengjast ljósleiðara. Takk fyrir þetta, Ingibjörg. Ég vona að þetta svari spurningunni og vonast til þess að það verði komin ljósleiðari sem allra fyrst í gamla bænum. Varðandi spurninguna hérna eða kommentur myndavélar frekar en að hafa hraðahindranir út allt. Sko, það eru ekki sko hraðamyndavélar per se inn í hverfum. En það hefur hins vegar verið sett upp blikkskilti þar sem íbúar eru hvattir til þess að aka hægar með broskalli og fílukalli og ég held að það sé líka góð lausn. En þetta líka bara ákveðin menning sem þarf að skapa að draga úr hraða og það nú bara einfaldlega þannig að við Íslendingar erum dálítið mikið að flýta okkur. Þar ég sko sannarlega ekki undanskilin og keyrum því miður of hratt innanbæjar og ég held að við þurfum öll að taka okkur á í þeim efnum. Ég kalla eftir fleiri spurningum. Við höfum cirka bát 5 mínútur eftir og ég hvet ykkur eindregið til þess að nýta tækifærið og spyrja bæjarfulltrúana og koma með spurningar. Til þess erum við hér. Mér langaði nú kannski að því að í eitt af stóru atriðunum í fjárhagsáætluninni, mér langaði nú bara sjálf að spyrja, það sameining búsetu og velferðarsviðs í fjölskyldusvið og Heimir, mér langaði kannski aðeins til þess að þú segðir okkur lítilega frá því, formaður velferðarráðs. Já, takk fyrir það, Ásthildur. Þann 1. janúar næstkomandi mun einmitt búsetusvið og fjölskyldusvið renna saman í eitt svið og markmiðið með þeim breytingum að einfalda þjónustuna, gera hana betri, skilvirkari fyrir þjónustuþegana og sú vinna sem hefur farið í þessa breytingu með starfsfólki, með notendum þjónustunnar ætti að mínu viti að tryggja það að þessi breyting verði vel heppnuð, íbúum til heilla og að þjónustan verði bara einfaldlega betri. Þannig að ég hlakka mjög til að sjá hvernig þessu framvindur og við ætlum að gefa okkur hins vegar áfram tíma til að þróa og vinna þessa þjónustu. Við erum með frábært starfsfólk á sviðinu sem ég treysti fullkomlega til að leiða þessa vinnu, þannig að ég held að þetta verði bara farsælt skref fyrir okkur sem
búum hérna á Akureyri. Takk fyrir þetta, Heimir. Það eru hérna spurningar 3 varðandi myndavél á gatnamótum Glerárgötu og Tryggvabrautar. Eins og framkoma áðan þá þetta á forræði Vegagerðarinnar. Við höfum verið í samtali við Vegagerðina að auka umferðaröryggi á þessu svæði, ekki einungis bara á þessum gatnamótum heldur en á þessu svæði. Þannig að þetta bara eitt af því sem við munum taka til skoðunar. Nú á að fara út í að fjarlæga klukkustæðakerfið sem í miðbænum fyrir stöðumælakerfi eða var það bara tillaga hér spurt. Ég held að það væri ágætt ef hann Þórhallur Jónsson myndi taka þetta formaður skipulagssviðs en þetta eitt af því sem er á hans borði. Já, það hefur verið til skoðunar að ekki taka upp beint stöðumælakerfi heldur, þá erum við að horfa til nýrri tækni eins og app eða svoleiðis og menn geti valið lengur heldur en í 1 tíma á stæðunum eða 15 mínútur og valið þá tíma sem þið þurfa eins og þið þurfi í heilsugæslu eða eitthvað annað að það var hægt að stoppa lengur og síðan já, það er umlega það sem við erum að leggja upp með að breyta þessu þannig að við förum að nútímavæða þetta svolítið eins og þetta svipað verið gert í Reykjavík. Það hefur verið til skoðunar, já. Takk fyrir þetta, Þórhallur. Hér spurt hvernig kostnaðarskipting á menningarsviði, hversu mikið fyrir listasafnið samanber við önnur söfn. Hilda Jana, vilt þú svara þessu? Já. Sko, nú tala ég aðeins eftir minni, ég ekki nema að Guðmundur Baldvin sé með þetta einhvers staðar rétt fyrir fram að sig. Já, það Kristín. Já, Amtsbókasafnið eru 210 milljónir, Héraðsskjalasafn Akureyrar eru 47 milljónir, Minjasafnið 59 milljónir og Listasafnið 188. Þetta er mjög sambærilegt þarna á milli Amtsbókasafnsins og Listasafnsins ef ég man þetta nokkurn veginn rétt. Þannig að þetta sé ekki helsta kostnaðarskiptingin. Takk fyrir þetta, Hilda Jana. Hér spurning sem ég ætla að vísa til Ingibjargar Ísaksen. Hefur verið rætt að huga því að opna leikskólana fyrr á morgnana 10 mínútur til þess að draga úr álagi. Já, sko, þetta hefur alveg komið til tals. Leikskólinn er opnað núna alltaf korter í 8 og eru opnað til korter yfir 4. Hins vegar það þannig að í leikskólum að starfsmennir eru mættir 6:30 og geta þá tekið á móti börnunum strax korter í. Þannig að foreldrunum gefst tækifæri til að mæta eins fyrr og vera þá tilbúin korter í til að afhenda barnið. En það hefur ekki verið rætt núna og ekki verið ákveðið neitt að opna fyrr. Takk fyrir þetta, Ingibjörg. Hér spurning sem ég held að veri gott að Guðmundur Baldvin myndi svara. Þú kannski séð hana, varðandi sjálfbærni í rekstri? Já, ég þakka fyrir þessa spurningu. Ég held að þetta sé akkúrat svona eitt af því sem við erum að glíma við að það er alltaf að lífskjarasamningarnir eða launahækkanir við finnum verulega fyrir þeim og eins og hann bendir á þarna í þessari spurningu sem þá erum við ekki að gera ráð fyrir því að það sé mikil hækkun og útsvari frá því sem var gert ráð fyrir upphaflega áætlun fyrir árið 2020 þannig og síðan á sama tíma erum við að sjá verulega launahækkanir þannig að þetta er virkilega áhyggjuefni og við gerum okkur grein fyrir því og eitt af því sem við erum að takast á í varðandi sjálfbærni rekstri og við höfum náttúrulega rætt það að við erum að grípa til mildra aðgerða á þessu ári en hins vegar verðum við í rauninni að horfa til þess til framtíðar að þetta gengur ekki upp með svipum hætti og eitt af því sem við höfum rætt hvernig við getum hagrætt til að mynda með því að nýta okkur starfsmannaveltuna á þess að fara í uppsagnir og það er eitthvað sem við munum koma til að horfa á næstu árum. Við munum líka sjá svona breytingar á þjónustu og eins og hefur við rekið hér áður að við ætlum okkur að draga úr kostnaði til að mynda við stjórnsýslu á næstu árum sem mun leiða til lækkunar á launakostnaði. Það liggur alveg fyrir, það verður svona fækkun á starfsliði sem við reiknum með að við náum með starfsmannaveltu, við erum ekki að fara beint í stórfelldar uppsagnir til að ná þessu en þessi ábending og þessi ágæti pistill frá Jóhanni, hann á alveg rétt á sér og ástæða til að hafa áhyggjur af. Baldvin, ég held að við getum öll tekið undir það bæði sveitarfélögin og fyrirtækin í landinu
að kjarasamningshækkanir eru mjög þungar á þessum tímum. Það hér aftur átti ekki að vernda ráðningarsamband og störf í þessu COVID-ástandi, jú vissulega, en við erum líka að reyna að hagræða í rekstri og skoða þar sem verið að fara aðrar lausnir, þannig að við erum að reyna að laga það sem hægt að laga til. Ég kalla eftir fleiri spurningum til fundarmanna. Það er margt sem að gerast hérna hjá okkur. Þrátt fyrir erfitt árferði þá vil ég nú segja að við erum að horfa fram á bjarta tíma í framtíðinu. Við megum ekki láta deigan síga og alls ekki missa bjartsýnina, því að ég held að þessi gríðleg tækifæri hérna á Akureyri og í nágrennu og fjölmargt sem að gerast, en ég held að það sé full ástæða til bjartsýni. Hér komið spurning, það ekki þannig vegna COVID að þá eru engir starfsmenn tilbúnir til að taka á móti börnum þar sem foreldrar mega ekki komin í skólan? Ég veit ekki til þess að svo sé, en ég með litla leikskólastúlku og þar tekið á móti henni á hverju mótni á Tröllaborgum með bros á vör. Við förum í röð og afhendum börnin við innganginn og það gengur allt ljómandi vel. Ég vona að þetta svari spurningunni. Hver var stefnan varðandi lóðuna sem núna undir tjaldstæði við Icelandair Hotel? Ég ætla bara að biðja hann Þórhall að svara þessari góðu spurningu. Já, þetta er spennandi svæði. Þarna sjáum við möguleika á hugsanlegum þéttingarreit og heilsugæslan fari þarna og verði þarna og við ætlum og erum að stefna á því að fara í hugmyndasamkeppni að hönnun á þessu svæði og vonandi bara fáum við eitthvað mjög skemmtilegt og spennandi út úr þessu fyrir alla bæjarbúa. Ég er mjög spenntur fyrir þessu á næsta ári. Herru, takk fyrir þetta Þórhallur. Ég held að við getum öll glaðst yfir því að það á að fara að byggja hér nýjar heilsugæslustöðvar. Talað um að það verði 2 og að önnur verði í það minnsta á tjaldstæðisreitnum og það verði mikil framför í þjónustu við íbúana hérna á svæðinu. Nú Atli Steinn sendir okkur hérna spurningu, bærinn að líta til kolefnishlutleysis á næstu árum? Eru einhverjar fjárfestingar í þá átt? Ég held að Andri væri ágætur til þess að svara þessari spurningu. Já, við erum núna með umhverfis- og samgöngustefnu en erum að leggja drög að því að taka upp í staðinn umhverfis- og loftslagsstefnu sem að væri svona í takt við tíman og við erum að verja verulegum fjármunum náttúrulega í kolefnisjöfnun, við tökum til dæmis metanvinnsluna. Við erum að fá 4. metanstrætisvagninn á næsta ári. Við erum með 6 metanferlibíla, Norðurorka er með cirka 6-7 metanpallbíla og svo það skógræktin og plöntunin í Kjarnaskógi í Austborgum og við erum að klára græna trefilinn vestan og norðan í bæinn, þannig að já, verulega fjárfestingar. Ég held að það megi nú alveg fullir það að séu fá sveitarfélög í landinu sem standa sig jafn vel í þessum efnum og Akureyrarbær. Verið að líta til þess að auka rafmagnsburð til Akureyrar fjölga á rafbílum hér upp á að nóg rafmagn sé í boði? Já, við erum náttúrulega að bíða eftir að Kröflulínan komi og þannig að þá mun magnið, ef sagt að segja svo, af rafmagni aukast. Andri, viltu kannski bæta einhverju við í þessum efnum? Já, Hólasandslína fyrirgeðu, það ekki Kröflulína. Já, þetta er náttúrulega á forræði Landsnets en það sem að við erum síðan að reyna að gera náttúrulega hjá Norðurorku og Fallorku að byggja virkjanir og Glerárvirkjunin var svo nýjasta. Við erum að velta fyrir okkur möguleika á vindorku og bara í dag vorum við með heimsókn frá fulltrúum rammaáætlunar til að kynna sér þau áform og við þurfum meira rafmagn hingað, engin spurning. Nú hér spurt hvort það eigi að gera aðra skóla og skammtímaþjónustu fyrir fatlað fólk á Akureyri eins og í Þórunnarstræti 99. Ég held að ég get nú svarað því að það ekki á áætlun. Það mikið að gera þarna en eins og stendur þá ráðum við starfsemina. Þannig að það allavega ekki enn á teikniborðinu en kannski þegar bærinn stækkar enn fremur.
Nú, hvenær stefnir bærinn á kolefnishlutleysi? Andri, geturðu svarað því? Við höfum ekki nefnt sérstakt ártal. Nei. Nú segir hér hvernig á skólasvæðið í Síðuhverfi að enda ef byggja á þær upp til 2030 svona mikið. Þá skil ég hvernig á skólasvæðið að vera í Síðuhverfinu. Ég að veltaði fyrir mér Þórhallur hvort að þú vilt svara þessu og Ingibjörg vill svara þessu, hvort að Síðuskólinn þoli viðbótina. Ingibjörg, þú kannski svara þessu. Já, staðan núna reyndar þannig hjá okkur að við erum að sjá það að börnum í skólum bæjarins fer fækkandi. Og ef áfram heldur sem horfir og fjölgunin verður ekki meira en þetta, að þá verður nóg rými þrátt fyrir stækkun svæðisins. En það nú samt þannig að inn í framtíðar uppbyggingunni þá alveg hugsað til þess að stækka skólan og jafnvel líka setja leikskóla þar við. En það svona kannski óska framtíðarsýnin og við vonum að það verði niðurstaðan. Hérna önnur spurning, hvenær má búast við því að Akureyrarvallarsvæði verði notað undir annað en fótbolta? Hafa einkaaðilar sýnt áhuga nýlega á svæðinu? Væri möguleiki að hefja fyrr framkvæmdir á KS-svæðinu heldur 2022? Ég velti fyrir mér hvort að þetta nú skipulagsmál. Guðmundur Baldvin, vilt þú kannski svara þessu? Já, ég get svarað því að við erum í viðræðum við KA uppbyggingu á þeirra svæði í kjölfar þess að við eyrnamerktum í framkvæmda áætlun og eftir við tókum skýrsluna til umfjöllunar í bæjarstjórn þá höfum við verið í samstarfi og samvinnu við KA, þetta sett samtali og við stefnum að því að reyna að finna einhvern lausn á því. Það hef ekki, Akureyrarvöllur, þeir eru með Akureyrarvöllin til ársins 2024 og við erum að gera ráð fyrir því eins og framkvæmda áætlun lítur nú út að byrja framkvæmdi 2023 og 2024 þar eða fara í framkvæmdirnar. Það hefur ekki verið gerð nein breyting á því en við höfum mega gott samtal við KA áfram og það er eins og maður segir, það er neitt meitla í stein en það hafi ekki sérstaklega sýnt áhuga á Akureyrarvallarsvæðinu upp á síðkastið, mér vitanlega. En þannig að þegar ég var svarað spurningur hvort væri möguleiki að hefja fyrr framkvæmdir á KA-svæðinu heldur 2022 þá það ekki, hefur við ekki tekið neina ákvörðun það. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Það hérna smá viðbót út frá við raforkumálin og sóknaráætlun og SSN, mig langar að Hilda Jana. Hilda Jana, þú ert á mute. Jón Þór, þú kannski opnar á Hildu. Svona, ég held að Jón Þór hafi verið að reyna að blokka mig. Nei. Ég vildi bara í framhaldi af umræðinni bæði rafmagnsbíla og raforkuflutninga bara vekja athygli á því að við erum sem sagt með Samband sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra og ég ætla að setja bara hérna inn í tjattið sóknaráætlun sem að þessi sveitarfélög sem á Norðurlandi eystra hafa samþykkt sem ég held að sé mjög mikilvægt sem okkar sýn til uppbyggingar og sóknar og eitt af helstu áherslunum þar í atvinnu og nýsköpun að magn og gæði raforku verið tryggt í landshlutanum og bæði eiga Akureyrarbær og SSN fulltrúa einmitt í vinnuhópi vegna Hólasandslínu og þetta gengur allt alveg ægilega hægt. En þetta náttúrulega algjör grunnforsenda ákveðinnar uppbyggingar hér á svæðinu. En mér langaði líka bara að vekja athygli á þessari sóknaráætlun. Þar líka töluverð áhersla, þetta eru 3 þættir, atvinna og nýsköpun, menningamál og umhverfismál. Og þetta hérna verulega mikilvægt og verðmætt. Þarna koma fjármunir frá ríki og sveitarfélögum, meðal annars í uppbyggingarsjóðin sem Ásthildur nefndi áðan. Þar verið að fara að úthluta 75 milljónum króna núna í janúar. Þannig að ég hvet ykkur til þess að kíkja á þessa áætlun ef þið hafið áhuga á þessu sameiginlega hagsmunum sveitarfélagana og samstarfi ríkið.
Takk fyrir þetta, Hilda. Ég held að raforkumálin sé eitthvað allra mikilvægasta hagsmunamál okkar hér á þessu svæði, svo ég ítreki það. Og að hér verði nægur raforka í boði fyrir atvinnulífið, þannig að það geti haldið áfram að byggjast upp með góðum hætti. Mætti auðvelda fólki að finna hvert best að koma að sínum ábendingum í réttar deildir. Inn á heimasíðun okkar ábendingarhnappur og það hægt að senda inn ábendingar hjá okkur í gegnum heimasíðuna og gegnum íbúagáttina, þannig að og þarna Hallabjörg búin að setja inn slóðina, þannig ég hvet þig, Andri, til þess að nýta þér þá leið og við svörum erindunum sem berast þarna inn, þannig að bara endilega, og við viljum heyra í íbúum, við viljum fá að heyra hvað betur má fara og líka mögulega kannski einhvern tíma hrós fyrir eitthvað gott. Og þarna líka slóðin á innviðaskýrsluna og uppbyggingarsjóðin. Það eru ekki fleiri spurningar og ef að við erum þurrausin hérna og ég held að ég bara seti punktin hér aftan við spurningarnar. Nú það kemur hérna og ég ætla að láta þetta vera síðustu spurninguna. Gæti þið frætt fundargesti hvers konar íþróttahús við skólabyggingar eru ekki byggðar það stórar að það nýtist sem almennilega sem íþróttamannvirki með tilliti til öryggissvæða og áhorfenda. Finnst leiðilegt að hugsa til þess að íþróttahúsin við Síðuskóla og Naustaskóla sé ekki hægt að nýta betur heldur en þau eru notuð í dag. Og ég held að þetta sé risastórt vandamál sem ekki bara bundið hér við Akureyri. Það hefur náttúrulega verið reynt að byggja hagkvæmt í gegnum tíðina. Ég held að Andri, vilt þú svara þessari spurningu? En ég held að á sínum tíma þá megið rekja þetta helst til kostnaðar. En Andri? Já, ég get alveg tekið undir þetta. Auðvitað ekki verið að tala að hafa kannski stúku fyrir 400 manns í öllum húsum, en þó það væri ekki nema 1 metri meðfram hliðarlínunum, maður getur ekki trú að það hefði verið svo rosalega dýrt, þannig ég held við höfum bara að læra af reynslunni með þetta. Ég held að við hérna sem erum eldri en 2 vetra og höfum nú verið í skóla þar sem eru lítil íþróttahús, þetta er slæmt en þetta helgast einna helsta peningaleysi á þessum tímum þegar húsin voru byggð og ég tek undir við að læra af þessu. Ég vil bara þakka ykkur fyrir frábærar spurningar og góða þátttöku í fundinum. Ég held að þetta sé góð leið til þess að eiga samtal við íbúa og ég sannfærð það eins og forseti bæjarstjórnar nefndi hér áðan að þetta væri góð leið til þess að eiga í samtali við íbúa og við munum á nefan nota hana í framtíðinni. Ég vil þakka bæjarfulltrúum og sviðsstjórum fyrir þáttökuna í fundinum og greina góð svör og þakka ykkur kæru gestir fyrir að vera með okkur hér í dag og hlakka til þess að eiga fundi með ykkur í framtíðinni. En ég bara kveð núna og óska ykkur allra blessunar.